Davíð Oddsson sagði meðal annars: Halló, þegar þeir þrjótar krossfestu ljúflinginn Krist, þá höfðu þeir 2 óbótamenn honum til hvorrar handar af krossum. Davíð sagði, og því hafi Jóhanna komið eins og álfur út úr hól þegar allt hrundi. Hún reyndar lítur það út eins og álfur út úr hól. Hins svokallaða endurreisnarskýrsla hins vegar mikil hrákasmíð, illa samin og full af rangfærslum. Ég sé mikið eftir þeim fallega trjágróðri sem felldur hefur verið til að prenta þetta plagg í stóru upplagi. Þegar Sigmundur Ernir fór á fréttastofu Baugs, beint ég framboð fyrir Samfylkinguna fyrir norðan, rakst ég á fyrrverandi starfsmanna þeirri stöð. Ég var að undrast þessi hröðu vistaskipti, en sá sagði að þetta væri ekkert merkilegt. Sigmundur Ernir ákvað bara að færa sig til innan samsteypunnar. Eins og veittstjórinn sagði, þá veitt svo vel hér að það ekki hægt að klappa, þannig við verðum að hrópa húrra fyrir þessum mönnum. Þeir lengi lifi, húrra! 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 Öflugir lífeyrissjóðir og einkavæðing bankanna ásamt auknu viðskiptafrelsi hafa skapað svigrúm til útrásar íslensks atvinnulífs. Húrra! 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 Einkavæðing ríkisfyrirtækja hefur án nokkurs vafa mjög styrkt íslenskt efnahagslíf. Húrra! 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 Þar skiptir mestu einkavæðing ríkisbankana, en íslenskir bankar hafa leikið lykilhlutverk í útrás íslenskra fyrirtækja á erlenda markaði. Ég hef aldrei verið að bera lof á þessa útrás. Ég fannst hún alltaf vera mikið furðuverk. Það eru margir sem hafa veltið fyrir sér í þessu endalausa peningaflæði sem virðist vera bæði inn og út úr landinu, hvort það séu raunverulegu peningar eða bara loft. Já, ég einmitt reyna að svara þeirri spurningu í þessum erindi sem ég flyt íslenska efnahagsundrið í háskólanum á morgun, og ég kemst að þeirri niðurstöðu að íslenska efnahagsundrið eigi sér alveg eðlilega skýringar. Það er fljóta samt sem að þessi peningar hafa komið? Nei, vegna þess að ef þú ert með land þar sem að fjármagnið er ekki í höndunum á neinum, þar sem að enginn getur notað það, þar sem það liggur bara dautt, þá vex það ekki. En hér á Íslandi þá var það fært í hendurnar á eigendum, gert skrásett og veðhæft, og þá fór það að vaxa og þá var það lifnað allt við. Að síðan með því að einkavæða bankana þá myndum við skyndilega fá nýja kynslóð ungra sprækra manna sem hafa gerbreytt Íslandi og bankakerfið, og ég er eitthvað í fyrirlestur Eins og Björgólfur Guðmundsson. Já, og þeir allir. Nei, hann er nú bara ungur í anda, frábærlega. Hugsa ykkur að bankakerfið hefur á milli 7 og 10-faldast á svona þessum 4-5 árum. Og hugsaðu hvað verður nú gaman ef við bara héldum áfram og gæfum í.